Byrjaðu. Hvað er þetta? Þetta er bara... Svo heitir að finna myndina af ennum. Við skýrum hana fyrirtæki Sverrir Bergman. Sverrir Bergman, já. Það var alltaf best. Sverrir Bergman. -5. Hvernig er þetta? Þetta er gett skrítið sko. Það er ískalt. Það var eitthvað svo staðar ekki nammi. Ég alveg gekk á Jónsson og bara, ástu nammi mig? Hann alveg, nei ég ger ekki, ég alveg víst. Bara hún, ég tróði þig ekki ástu þessu. Ég tróði bara på Jónsson og Stella. Það var svo sár, hann var alveg. Svona. Hvernig varstu með hana? Ég vissi ekki hvað það var mynd. Ég var með hana svona. Það er bara að halda áfram að draga þetta núna. Þú veit eins og þessi hundur á 10 ára. Hvað var að gerast? Ég var með chill í augun. Það er svo svíð ennþá. Þetta er til að koma til móts við. Andrúmsloft hérna. Já. Þetta jafnar þetta út. Já. Súrunni frá plöntunum. Hvað er taska? Það er góð spurning. Hvað er tunglið? Þarna. Þarna. Þetta er það sem maður getur átt von á þegar maður fer í búð í Asíu. Snakk með þarabræði. Vatn með plómubræði. Overheitur núna. Sushi, vefjur. Veit ekki. Og happiness vatn. Það verðum loksins komin á hótelið. Þetta var svona cirka 32 tíma ferð. Og það kom í flokkarnir, hverju margir í hverjum flokki. Á föstudaginn keppa Karel og Sverrir á úrtökumótinu fyrir Ólympíuleikar æskunnar. Til þess að komast í gegnum úrtökurnar þá þarf maður að vera í topp 8 í 8 fyrstu sætunum. Í flokknum mínum er ég held ég það bil 42, 40 eða 44 og ég þarf að finna 3 bardaga. 3 bardaga, en hjá Karel. Það eru 50. Ég þarf að vinna 4 eða 3. Þetta er hreinn útsláttur þannig að það eru 50 þá eftir að allir er búin að keppa einu fyrir það er 25 metrir. Eftir 1 bardaga, svo eru 12, svo 6, þannig að ef þú vinnur 3 bardaga þá ertu pottet komin inn. Það fer eftir hvernig stilt flokknum er. Og svo 20 dögum setna þá er keppnin byrjuð á HM. Hvað eru margir í flokkunum okkur á HM? Ég er með 58, Karel með 46 og Ástrós með 46 líka. Þetta eru stóri flokkar, þetta eru spennandi.